sem að talar allra jafna fyrir feminisma og þegar ég hlusta á konur, segir bara nei, nú ætlum við ekki að hlusta á konur, nú þurfum við bara að hugsa um foreldrana og foreldrarnir eiga svo bágt ef að þeir þurfa að viðurkenna að ástandið sé svona slæmt, þau eru bara eitthvað heima að gráta og papparnir get ekki lengur að passa börnin því þeir fara bara í kulnun, þannig að þá þurfum við að hlusta á það og alls ekki hlusta á konurnar. Þannig að ég hef aldrei á ævi minni upplifað jafn mikla hræsni og jafn mikinn tvískinung og ég sé birtast í þessu máli. Með fullri virðingu fyrir menntun ætlar sér að fara að eyrnamerkja það að þú ert búin að vera í 3 ár eða 5 ár eða í 10 ár í háskóla að þá eigirðu bara að vera hér með 30, 50, 60% launamun. Nei, sammála. Ég bara þrætti fyrir þetta og bara vísa þess á bug. Þetta væri krútlegt nema þeir hata hvern annan svo mikið. Hver er það? Kettirnir mínir. Kettirnir þínir? Já, þú varst að tala um að það var komið gott, við erum byrjuð. Hæ. Hvað segir gott? Heyrðu, bara gott. Sólveig Anna og Vili Birgis, hægri sinniðustu vinstramenn á landinu. Hættu. Já, erum þá eiginlega nokkurn veginn á miðunni? Já, er það ekki? Já. Það var nú Vili að drífa og Halla voru alltaf að segja Vili og Ragnar væri náttúrulega bara hægri menn, sko. Já. Það var alveg að ljótasta sem hægt var að segja þá. Já, ég þurfti reyndar að sætta mig að fá þig Sólveig, því að Halla Gunnars komst ekki. Nei. En vanalega býð henni náttúrulega áður en að ég býð þér. Einmitt, það er allt þekkt í þessum bransa. Byrjum á leikskólamálunum. Núna er það orðið stórmál. Núna eru sveitarstjórnarkosningar. Og það er bara fólk að hætta á leikskólanum. Og allir leikskólastjórar brjálaðir. Ég veit að þetta hljómar alltaf eins og eitthvað þurrt mál, en þetta er þurrt þangað til að við þurfum á þessu að halda. Já, ég meina þetta er bara risavaxið mál og við viljum oft spjalla þetta og staðreyndin er sú að ástandið er auðvitað lang verst hér í borginni. Það er auðvitað öðruvísi víða út á landi þar sem að það hefur ekki orðið þessi rosalega mannfjölgun og þar sem að það er ekki þessi mikla bara eftirspurn bæði leikskóla, það er svo mikla eftirspurn fyrir leikskólaplássi og samkeppni vinnuafl og svo framvegis. En ég og félagi mínir í Eflingu við auðvitað fögnuðum því mjög þegar leikskólastjórarnir í Reykjavík sendu frá sér þetta bréf því að við höfum oft verið að velta fyrir okkur hvernig geta þær verið svona þolinmóðar / meðvirkar. Ætla þær ekki að koma fram og segja eitthvað og svo hafa nú svona síðustu ár alltaf ein eða nokkrar saman verið að koma með mjög góður málefnalegar greinar en þetta var auðvitað alveg frábært og við gleðjumst mjög vegna þess að ástandið er algjörlega óþolandi og þegar að Líf Magnúðardóttir fyrr í vetur þannig einhvern veginn fyrir áramót seint síðasta haust kom fram og talaði fyrir þessum breytingatillögum þá því miður stigu strax fram með mjög afdráttarlausum hætti Alþýðusambandið og BSRB og fordæmdu þessar hugmyndir. Ég hef bara aldrei orðið vör við annað eins og þá höfðu þau til dæmis ekkert samband, Alþýðusambandið hafði ekki samband við Eflingu þrátt fyrir það Efling sem er risastóran hóp starfsfólks leikskólana, langstærsta hópin sem vinnur þarna inni, það var ekki talað við okkur, það var ekki leitað eftir álit hjá okkur. Þannig að ég og félagi minn í stjórn ákveðum þá að setja af stað skoðanakönnun sem að náði til allra Eflingafélaga sem starfa á leikskólanum sem eru það 1200 einstaklingar og við fengum mjög góða svörun og við buðum í þessari könnun upp á opin svör þar sem að fólk bara skrifað bara, nákvæmlega það sem það vildi og svo greindum við þessi svör og lang flestir voru að tala um mönnun og álag og sum af þessum kommentum þó að ég hafi sjálf unnið á leikskóla og sé miklu samtali og samskipti við leikskólafólk þá var samt þarna margt sem að mér bara brá við að lesa og konur með margra áratugir starfsreynslu sem voru að segja ástandi aldrei verið verra, bara fólk að gefast upp, konur að lýsa því að þær gætu ekki hvílt sig þegar kemur heim, þetta væri bara það voru það úttaugar og svo veit ég líka bara af því ég er líka í samskiptum við leikskólastjóra að einmitt það kannski sækja 20 einstaklingar og það er kannski ein manneskja sem að talar íslensku og hefur raunverulega einhverja færni til að sinna starfinu og svo er þá samkeppni hjá leikskólastjórunum að fá þessa manneskju þannig að það var augljóst fyrir okkur að fólk auðvitað bara þráði breytingar og það er ótrúlegt að hugsa til þess að í fyrsta lagi hefur enginn frá Alþýðusambandinu falast eftir því að fá niðurstöður þessara könnunar hjá okkur. Það hefur enginn falast eftir því að eiga einhvern sérstakann fund með mér eða fólkinu sem er í stjórn eða trúnaðarráði eða samninganefnd og vinnur í leikskólanum.
og það þetta umlagt að vita til þess að forstjóri Alþýðusambandsins, formaður stærsta félagsins innan Alþýðusambandsins, Halla Gunnarsdóttir, Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB og hagfræðingar beggja þessara stærstu heildarsamtaka vinnandi fólks á Íslandi hafa bara markvisst gert það að sínu helsta markmið undanfarna mánuði að koma í veg fyrir að borgin þori að fara fram með þessar breytingar. En kannski af því að þessi leikskólastjórar tók sig saman og skrifuðu þetta góða og málmúrlega bréf, verður það til þess að fólk áttast á því að það verður að grípa til aðgerða. Og það þá vonandi að það verður ekki bara eitthvað útvatnað drast, heldur verður raunverulegar aðgerðir sem að raunverulega munu breyta þessu ömurlega ástandi. Já, Vili, þú sem mikill feministi og sjálfstitlaður kvenréttinda baráttu maður sem heldur kvennafrídaginn heilagan, hvert þitt take á þetta? Ég held að við þurfum að hlusta bara á Sólveig Önnu, hún með víðtæka reynslu í þessu málum. Varstu náttúrulega í þessu áður? Algjörlega, hún var að vinna á leikskóla áður en að hún hóf störf sem formaður Eflingar og ég man á eftir því ég var að aðstóða Sólveigu þegar hún var að byrja, við fórum nú saman, ég fór með henni á fund í Þorlákshöfn og það var svona fyrsta baráttan sem að var og ég reyndi að styðja hann eins og ég mögulega gat og ég held við þurfum bara að hlusta á þetta fólk sem að vinna í þessu gera, þar sem að álagið greinilega mjög mikið. Þetta misjafnt, ég held að þetta sé langvest hér á höfuðborgarsvæðinu, mannekla og annað slíkt, vissulega mannekla líka hjá okkur innan Starfsgreinasambandsins. En vandamáli sem við lentum í og gerði þetta mál enn verra heldur en það var fyrst og fremst þegar það var ráðist í styttingu vinnuvikunar. Fyrst var þetta svona með einhverju 13 mínútna styttingu, þetta var svona einhver bastarður, síðan var þetta innleitt núna í síðustu samningu úr 40 niður í 36, en það virðist að verið svona einhver aðferðafræði sem að sveitarfélögin ætlaði að beita sem að var að það myndi ekki fylgja neitt fjármagn með, sem að segja sér náttúrulega bara algjörlega sjálft að ef að fylgir ekki fjármagn með og það sé ekki að auka við mönnun og annars líkt að vera að stytta vinnuvikuna þetta mikið, að þá mun það bara bitna á þeim sem eftir eru. Og þetta voru áhyggjur sem að ég man eftir að mína konur voru þegar þess að 13 mínúta stytting var tekin upp, þá sögðu þær býtu, þetta mun bara þýða það að við sem að hérna erum núna að starfa, þegar einn þarf að taka út sína styttingu, þá mun bara álagið aukast á okkur. Og þetta hluti af þessu vandamáli að það hefur bara ekki fjármagn fyllt með styttingu vinnuvikunni og síðan annað vandamál sem að hluti af þessu, þú getur ekki verið með opinbera markaðan með 36 stundar vinnuviku en almenna vinnumarkaðin í 40 stundum. Sem hann var lengi vel. Sem var lengi vel. Já. Þannig að þetta bara vandamál að sko vinnumarkaðinni þurfa að tala saman, svo það nú bara einfallega þannig í mínum huga að það þarf náttúrulega að vera almenni markaður sem leiðir hér kjaraþróun, það almenni markaður sem skapar verðmætin, það almenni markaður sem skapar gjaldeyristekjurnar til þess að við getum haldið út í opinberri þjónustu. Þurfum við ekki bara taka þessa styttingu vinnuvikunar og henda henni út fyrir hafsögð? Þetta var bara della, það vitið allir, Ásgeir Jónsson sagði að þetta hafi verið heimskulegast sem að vinnumarkaðurinn hefði nokkuð tíma gert á fundi viðskiptaráðs síðan fyrir örfáum mánuðum. Þið vitið að þetta algjör brandari, þetta var aldrei að fara að virka. Þurfum við ekki bara svolítið að setja höfuðið niður fyrir okkur og hætta þessu? Ég hef hitt konur sem hafa einmitt sagt þetta við mig, ekki hægt að taka styttinguna tilbaka og ég hef svona, flissgrátið með sjálfri mér og hugsa bara hvað hægt að klúðra hlutunum yfirgengilega þessar verka konur sem að sjálfsögðu vilja fá meiri tíma fyrir sig og sína fjölskyldur koma og segja bara heyrðu, bara taki þessa styttingu en vandinn þetta eins og Villi hefur hér verið að lýsa það mátti ekki koma fjármagn með þessu þannig að styttingin kom inn til dæmis í okkur, þá var samið hana í kjarasamningunum 2020 og þá var Efling í verkföllum til þess að berjast fyrir hærri launum og betri vinnuaðstæðum og við fengum þessa styttingu svona bara með, þá voru aðrir sem leiddu þá baráttu meðal annars BSRB en við sáðum alltaf yfir samningsborðið af því að við vorum þarna með samninganefnd, ég var þarna nýkomin út úr leikskólanum og það var fullt af fólki með í samninganefndinni sem var að koma úr leikskólanum og við sáðum alltaf við borðið samninganefnd Reykjavíkurborgar, það er ekki hægt að gera þetta inn í kerfi sem svona illa laskað nema það fylgir með fjármagn
og það var auðvitað ekki hlusta á það og við bara skrifum undir þetta og hrósuðum svo sem sigri eftir þessa kjarasamninga þar sem við fórum í þessi löngu verkföll og það stóðu allir gegn okkur meir og minna. Við fengum samt auka hækkanir þannig að við vorum auðvitað í fyrstum í ána með þessa samninga. Svo styttingin innleidd þarna áramótin 2020-2021 og það kemur smá kostnaðar auki með fyrir vaktavinnuna. Þannig að það augljóslega ekki hægt að vera með vaktavinnuprógrammið nema að breyta þá mönnunarmódelinu einhverju leyti en dagvinnan hún bara innleidd með þessum hætti, það bara má ekki kosta neitt og auðvitað fyrir fólk sem í skrifstofustörfum þá breytir það litlu vegna þess að þú þarft að nýta styttinguna og þú slekkur bara tölvunni og getur bara farið frá en í umönnunarstörfunum ef að manneskja fer út eins og vilja vera að segja og það kemur engin önnur í staðinn þá augljóst að manneskjurnar sem eftir eru mest konur, 80% konur þær þurfa þá bara að hlaupa hraðar, sinna fleiri börnum í einu takast á við sífellt erfiðari aðstæður og þessi stóru lýðheilsu markmið sem að borgin setti sér í þessum kjarasamningum þegar styttingin kom minnkandi veikinda, fjarveru og almennt betri líðan þau hafa náttúrulega augljóslega ekki náðust það ennþá mjög hátt veikinda hlutfall og hefur aukist á sama tíma. Já, og svo eru þetta mjög allavega hér á höfuðborgarsvæðinu hjá almennu starfsfólki og það nú kannski víðar ég auðvitað þekki Reykjavík best og raunverulega við erum ekki með leikskólafólk neins staðar annars staðar þannig ég bara einbeiti mér að Reykjavík og mjög hratt hröð umskipti hjá starfsfólki, mikil starfsmanna velta hjá ófaglæru starfsfólki og svo til viðbútar þetta að vegna þess hvað aðstæður eru erfiðar þá faglærða fólki farið að leita á önnur mið. Ég þekki persónulega fullt af konum sem hafa farið til þess að starfa annars staðar en á leikskólanum, faglærða leikskólakennara og svo heyrir maður auðvitað alltaf sögur nú síðast var ég að heimsækja frænku mína sem með 3 litlar stelpur flutti úr Reykjavík yfir í Kópavog og segist strax finna mikinn mun á því að það er aldrei til dæmis hringt í hana og hún er aldrei látin sækja börnin vegna fáliðunarstefnu. Hún var að nefna nokkuð dæmi af konum sem hún þekkir sem hafa farið úr leikskólastarfinu og gerst flugfreyjur og svo framvegis. Og þetta vandinn sem að leikskólastjórarnir, þessi 63 sem að skrifa bréfið, eru auðvitað að reyna að fá fólk til þess að viðurkenna og þetta er risavandinn, þar sem að þú veist klára fólkið, mennta fólkið og líka flottu eflingakonurnar sem hafa haldið þessum stofnunum gangandi þeir eru með þessa miklu reynslu, búin að fara á öll námskeið og eru bara klára flottar konur þegar þær fara og þú ert bara með fólk sem er með mjög stutta starfsreynslu stoppa stuttu við er í hlutavinnu og svo framvegis gefur augaleið, þú ert aldrei að fara að ná að sinna öllu eins og þú átt að gera og svo á sama tíma og ég ætla alveg að fara að klára og þetta verið í gangi, þá hefur borgin verið á yfir snúningi með alls svona stefnur og þetta var að byrja þegar ég var í leikskólanum það er læsistefna, það er vísindastefna það er svona stefna og hinsegin stefna og þetta dömpast líka allt inn í starfið á með þú ert bara handahlaupum við að reyna að redda þú veist, bara að þú getur passa börnin og þau verður bara ekki skilin eftir einu eða eitthvað, þá áttu líka að vera arransir af þessu öllu og svo koma fram breytingatillögur og þá bregður svo við að forysta vinnandi fólks sem að talar allra jafna fyrir feminisma og það ég að hlusta á konur, segir bara nei, nú ætlum við ekki að hlusta á konur, nú þurfum við bara að hugsa um foreldrana og foreldrarnir eiga svo bátt ef að þeir þurfa að viðurkenna ástandið sér svona slemt, þau eru bara eitthvað heima að gráta og papparnir get ekki lengur að passa börnin því þeir fara bara í kulnun. Þannig að þá þurfum við að hlusta á það og alls ekki hlusta á konurnar. Þannig að ég hef aldrei á ævi minni upplifað jafn mikla hræsni og jafn mikinn tvískinung og ég sé birtast í þessu máli. Því miður. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Já, en þú veist, erum við ekki líka samt bara alltaf að gera grín að okkur, því að þegar fólk sem var helst að tala fyrir styttingunni var að tala það að þetta myndi ekki koma til með að hafa neina áhrif á framleiðslu, myndi ekki koma til með að hafa neina áhrif á hagkerfinu, myndi ekki kosta neitt,
þá hugsaði ég bara, já ok, mögulega hjá ykkur í Borgartúninu og það segir meira ykkar framleiðni heldur en nokkuð annað. Og í ráðhúsum og öðrum stöðum þar sem er bara lokað í hádeginu og fólk fer bara heim, en þar sem er verið að vinna með fólk. Já. Þar sem eru Ég er að vinna á sambýli fatlaða, þetta var algjört bara katastrófa. Bæði leikskólum og dvalarheimilum og út allt. Þar var þetta bara nánast ekki framkvæmanlegt. Við rættum það nú ég og Sólveig svona á þessum tíma þegar styttingi var að koma upp, þá vorum við sammála það, ég man eftir því, eigum við ekki að byrja á því að lagfæra kjörin þannig að fólk geti hér framfleytt sig frá mánuði til mánuðar og haldi mannlegri reist, áður en við stígum þetta skref. Það var nú svona okkar uppleggi í þessu á sínu tíma, en það voru operufélögin sem að stigum mjög fast í þessari kröfu og í raun og veru datt stytting vinnuvikunar svona eiginlega bara meira í fangið okkur Þetta var ekki finnið út úr þessu. Já, finnið út úr þessu, en vandamálið er það að eins og við vorum að tala að í efri lögunum þar sem þú getur bara lokað annarkvort á föstudögum eða í hádeginu eða eitthvað þvílíkt, en í íþróttamannvirkjunum, skólunum og leikskólum og annar staðar, þá er þetta bara risastórt vandamál sem þarf að finna út. Og ég veit á almenna markanum, eina sem myndi gerast á almenna markanum þegar styttingin mun eiga sér stað er að það mun færast frá dagunni tímabili yfir í yfirni tímabili, vegna þess að almenni markaðurinn, hann er bara þannig uppbyggður að 40 stundirnar eru yfirleitt lágmark hjá fólki. Ég minnir að kallmenn hjá verkamönnum voru með 212 stundir að meðaltali í vinnustundir á mánuði en í dag er það 173,33, en ef við förum niður í 156, það er eina sem myndi gerast er að það yrði bara hærra hlutfall í formi yfirvinnu. Það er þessi óútskýrði launamunur. Það er mjög mikilvægt það er mjög mikilvægt að við pælum í því og skoðum þetta svona að, já, auðvitað að partur af óútskýrða launamuninum eða sérst partur af launamuninum eru þetta að hann er útskýrði launamunur sem eins og villi var að fara yfir. Kallarnir eru frekar í yfirvinnunni, en þessi langa vinnuvika verkakalla, SGS-kalla og Eflinga-kalla, hún er bara staðreynd og hana má skoða í gögnum kjaratölfræðinefndar og hana má skoða í gögnum sem Alþýðusambandið tekur alltaf saman með reglulegu millibili. Þetta er bara staðreynd og eini hópurinn, og Villi hefur nú verið manna duglegastu við að benda á það, eini hópurinn í íslensku vinnumarkaði sem er ekki komið styttingu vinnuvikunar, það er verkafólki á almenna markanum. Því að verslunarmenn eru komin með styttingu vinnuvikunar, iðnaðarmenn eru komin með styttingu vinnuvikunar og samt er það svo að formenn þessara félaga eru tilbúinir til að stíga fram og láta eins og þessi algjörlega ómögulegt fyrir fólkið í þessum félögum að sækja börnin sín eitthvað örlítið fyrir á leikskóla og tala aldrei það að þau eru samt að tala fyrir fulltrúar hópar sem að hafa fengið styttinguna. Það fer aldrei saman í því hvernig þau nálgast þessi mál hljóð og mynd, og svo kemur einmitt formaður BSRB og hagfræðingur BSRB sem eru bara að tala fyrir hönd hópa sem eru öll með styttingu vinnuvikunar og samt láta eins og það sé ekki fræðilega möguleiki fyrir fólk að stytta örlítið vistunartíma barnanna sinna. Þetta er algjörlega fáránlegt og á sama tíma þá er dæmið hjá þeim reiknað upp í topp, farið fram og því slegið fram að leikskólagjöld hjá fólki munum hækka 180%. Mögulega getur þú fundið einhvern hóp sem að myndi fá svona brjálæðislega hækkun á sig af því gefnu að sá hópur myndi ekki breyta vistunartímanum neitt, væri samt áfram með börnin sín með 42,5 stund í vistun, myndi hvergi taka neina skráningadaga, myndi aldrei sækja börnin fyrr, kannski mögulega, en að sjálfsögðu mun fólk adapta ef þetta plana í gegn, að sjálfsögðu mun fólk nýta skráningadagana, sjálfsögðu mun fólk koma og sækja fyrr þegar að þess er óskað og þá verður hækkunin ekki svona brjálæðisleg. Og mér langar líka að segja að það sem fyrrverandi verkakona og sem formaður í félagi verkakvenna og karla með 60% það bil innflytjendur, þá er sko miklu erfiðara fyrir þetta fólk að fá óforvarandi þessi símtalið úr leikskólanum, þar sem sagt þú verður að koma að sækja núna, þurfa að fara og tala við yfirmannin, get ég fengið að fara, það er sko ekki auðvelt og því er sko ekkert eitthvað vel tekið. Þú ert ræstingakona eða í fiskvinnslu eða byggingaverkamaður,
þú veist, nei, heyrðu, ég ætla bara að fara núna, nei, þú veist ekki að fara núna, það ekki svoleiðis, það miklu betra að vera með þetta frá haustinu bara, þú sér það bara, getur ferðlið mann sem sínt, þetta þeir dagar sem ég get ekki verið, þú veist, allan þennan tíma, komdu til móts við mig. Þannig munu þetta almennu vinnumarkaðurinn þurfa að bregðast við þessu, færi þessar breytingar í gegn hér á höfuðborgarsvæðinu, en þú veist, þetta bara fáránleg staða til þess að vera í að rödd skynseminnar sem að segir að mótilið ekki lengur sjálfbært, að hún megi bara ekki heyrast og þeir sem að reyna að tala fyrir skynsamlegum lausnum séu bara útmálaðir sem eitthvað svona foreldra og kvenhatarar. Hvað bull þetta eiginlega? Hlaðvarpið í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnadals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Já, þetta náttúrulega bara góðu punktur sem hún Sólveig kemur inn á hann og ég hef haldið því hátt á lofti að eini hópurinn sem ekki hefur fengið styttinguna íslenskt verkafólk á hinum almenna vinnumarkaði og ég held að það náttúrulega bara segir sig sjálft að það mun ekkit ganga upp. Nei. Þú getur ekki verið með verslunarmenn og iðnaðarmenn en einungis verkafólk sem ekki með 36 vinnuviku. Þannig að það held ég að segja sig sjálft í næstu samningum þá þarf að færa vinnuvikuna hjá íslensku verkafólki til samræmis við aðra á íslensku vinnumarkaði, annað verður ótækt, en ég held að eina sem muni gerast í því að fólk mun eftir sem áður þurfa að vinna svona langan vinnudag, en það mun bara gerast að það mun fjölga yfirvinnutímanum sem að það mun fá. Það bara meiri pening. Það bara meiri pening en við getum ekki hvorki ég í starfsgreinasambandinu í Sólveig hort upp á þessa mismunun gagvart þessum eina tiltekna hóp. Hann þarf að líða nóg og horfa síðan upp á það að vinnuvikan sé lengri á þeim heldur en öllum öðrum. Það bara galið. En erum við samt ekki líka, ég var með Jakob Bjarnar hérna, þess að vorum að ræða bara fjölmiðlumhverfið og það hvernig að vera blaðamaður og fækkun blaðamannastjættarinnar, annað kapitalsúsum, en við vorum að ræða það að það svo mikið að gerast núna að það séu bara einhver svona PR-fulltrúar sem eru ráðnir inn á ráðuneytunum með öðrum. Það sem þú ert bara með, já, þú getur fengið hérna 1400.000 kall með sveigjanlegan vinnutíma, þetta bara miklu þægilegra jobb í staðinn fyrir að vera í 50 klukkustunda vinnuviku við það að vera eldast við einhverja embættismenn eða aðra að fá einhverjar upplýsingar, menna að sjálfsögðu tekið frekar það. Þetta ekki bara út af því að núna hefur vinstrið orðið svolítið svona samofið hinu opinbera að bara ef að þú ert að fara að berjast fyrir hærri launum fyrir verkafólk þá það einhvern veginn svona úr tísku heldur meira svona að tala það að BHM eins og ég var núna að hlusta í morgun á hagfræðing BHM og hann var að tala hvað það væri ástæðan fyrir því að kulnun hefði aukist og þetta var ekki út af styttingu vinnuvikunar heldur út af því að styttingu vinnuvikunar hefði ekki tekist á við það en við værum í svo flóknum veruleika. Þannig að þessi svona kastað bara svona í bara eitthvað og út af því, og ég nefni Jakob Bjarnar í þessu samhengi út af því að við erum bara með þann veruleika að fólk sem tala góða íslensku og svona nær sér í einhverja gráðu á einhverja meistarastigi þá bara sjálfkrafa, getur gengið að því vísu að það sé með kúlu plús á meðan að aðrir bara get ekki fengið þetta og svo slegið í hausinn á okkur að það hati konur ef þú bendir á þetta. Já, á ég að bregðast eitthvað fyrst. Já, komdu með það. Já, ég meina, auðvitað það alveg þannig að þessi svona ofur fókus á að funnela bara eins mörgum og hægt inn í háskólana til þess að útskrifa þá þar með einhverja gráðu
og á sama tíma tala stöðugt það að verða með þetta menntun til launa, það verður þetta búið til skrifalega væntingar hjá fólki sem að fer þessa leið og svo á sama tíma og þetta er að gerast þá hefur einmitt hið opinbera bólnað út til þess að geta meðal annars búið til pláss fyrir allt þetta fólk inn í alls konar stjórnanda og millistjórnanda hópa og fólki sem þarf að manna vinnuhópana og skrifa skýrslurnar og svo framvegis og já, ég meina að sjálfsögðu akkur myndir ekki frekar vilja fara þessa leið, útskrifast eftir ekkert svo langt háskólanám með ekkert einhverja brjálæðislega flókna gráðu, þú þarft ekki að skrifa einhverja 500 blaðsíðna doktorsritgerð, þú ert komið með þetta próf, getur gengið mitt inn í þetta stabilt vinnuumhverfi, þar sem þú ert með styttingu vinnuvíkunar, þar sem þú ert með mjög ríkulegan orlofsrétt, þar sem þú ert með mjög ríkulegan veikindarétt, þar sem það er ekki hægt að segja þér upp og með mjög fín laun. Þetta er náttúrulega bara himnaríki á jörðu. Sól að tala um mismun á milli markaða sko. Já, þú náttúrulega kláraðir krítíska, feminíska og margbreytileikafræði í HÍ. Já, takk. Nei, hér er verið að tala um að það þurfa að jafna laun á milli markaða. Þetta hefur verið krafa hjá opinberum starfsmönnum en Sola var að fara hér yfir nokkur atriði. Það hallar á starfsfólk á hinum almenna vinnumarkaði í svo Er það ekki orðið augljóst? Eða hvernig, út af því að það er maður er ennþá að heyra þetta sko. Þú ert í BSRB. Já, samhengi. Segðu það þínu fólki. Við ræddum þetta nú senasta þegar við hittumst. Ég var að reyna að koma þess inn í og það var farið upp í pontu sko og talaði um við ætlum að nú næst að fara að berjast fyrir 32 klukkustunda vinnuviku. Og ég var bara, hefur ekki að leyfa fyrst þeim sem eru á almenna vinnumarkaðinum að komast þangað. En það er bara launaþróunin öll bara leit af opinbera markaðinum og svo er bara að skammast í því að allir sem að hafa einhvers konar athugasemdir það eru bara mannhattarar og fleira. Þetta er fáránlegur veruleiki. Þetta er mikið vandamál að einmitt við komum á samt okkar félögum og erum að semja fyrir hönd verkafólks á landinu og reynum að ná samningum sem að geti þá haft þau áhrif að þeir verði svona samningarnir og svo mjög skömmu eftir að slíkir samningar eru undirritaðir eins og gerðist núna 2024 þá heldur hið opinbera áfram að semja og færir öðrum hópum verulegar umfram hækkanir og svo er launaskriðið, ég meina það er ekki þannig að fólk þurfi eins og kennararnir eitthvað endilega að fara í verkfall, ég meina launaskriðið virðist bara koma saman hvort þú ert að fara í verkfallin eða ekki og svo eru þetta líka mjög mikið launaskrið á almenna markaðnum þannig að þetta setur okkur auðvitað bara í mjög vandasama stöðu, getum við til dæmis farið áfram fram eins og við gerðum í síðustu kjarasamningnum með þessi svona heilindi gagnvart verkefni sem að snýst að reyna að stabilisera efnahagsumhverfið og reyna að ná vöxtum og verðbólgu niður þegar að viðsemjendur okkar, bæði á almenna og opinbera markaðnum, eru ekki tilbúin til þess að standa við síngefnu loforð og að opinberir viðsemjendur þegar þeir sitast svo niður með valdamiklum hópum í samfélaginu, hópum sem hafa greitt aðgengi að fjölmiðlum eða hópum sem að bara stöðu sinnar vegna hafa mikil völd, fara bara og færa þeim miklar umfram hækkanir. Boðið í vikulokkin, meðal annars. Og svo boðið í vikulokkin. Nei, við getum bara skoða þetta sem að Sólveig er að nefna hér. Þegar við semjum núna í apríl 2024, þá semjum við hér krónutöluhækkanir, vildum eingöngu fara með krónutöluhækkanir til að reyna að láta árangurinn hríslast alla leið en það voru við lentum í mjög mikill mótspyrnu varðandi þetta, fólk vildi blanda prósentuhækkunum inn í þetta þannig að það endaði með því að við þurftum að gefa eftir í því og það var samið að þeir sem ekki væri að taka laun eftir kauptöxtum fengi 3,5% en síðan gerist hvað og þessi samningar átt að styðja hér við lækkun verðbólgu og skapa hér skilyrði fyrir lækkun vaxta en nýjustu tölur frá Hagstofunni og það er frá október nýjustu tölur þar sem allir markaðurinn er tekin þá hafa opinberir starfsmenn hjá sveitarfélögum fengið 11,7% launahækkun hjá ríkinu 11,3% almenni markaðurinn er með 6,5%. Þetta er launavísitalan. Þetta sýnir hversu galið þetta er. Þetta er svo galið að það nær einhver dali. Á sama tíma voru samningarnir okkar með heildarkostnaðarmat þegar að bæði kauptaxtarnir og 3,5% voru tekið saman, þá var heildarkostnaðarmati 4% sem að Seðlabankinn hældi okkur í hástert fyrir
að hafa stigið þetta skref, en síðan gerist það bara, það fer síðan enginn eftir þessu og það alvarlegasta í þessu er síðan að fyrirtæki, ríki og sveitafélag og annars slíkt, þeir styðja ekkert við þessi markmið. Rétt fyrstu dagana, svo til lengri tíma litið, eins og bara allar þær verðlagshækkanir sem við höfum verið að sjá, sama hvort það er Orkuveita Reykjavíkur eða Veitur, eða Íslandspóstur, eða Icelandair, eða bara skattahækkanir stjórnvalda, vörugjöldin og allt þetta, bara á síðustu 2 mánuðum, þá hafa verðtryggðar skuldir íslenskra heimila hækkað um 31 milljarð á 2 mánuðum. Eða hjón sem eru með 60 milljón króna verðtryggt lán hefur þurft að horfa upp á höfuðstóllinn og sínu láni hefur hækkað um 1 milljón króna tæplega þó. Og þetta er svo galið kerfi og svo kemur Seðlabankinn og ræðst í raun og veru á verkalýðshreyfinguna með massífum hótunum að ef þið vogið ykkur að segja upp samningum ef að forsendur bresta, en beina ekki orðum sínum að þeim aðilum sem bera ábyrgð á því hvernig er komið fyrir okkur. Í desember var það Icelandair sem að hækkaði flugfargjöld gríðarlega mikið og Veitur, dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur, sem áttu langstæðsta hlutan af því að verðbólgan fór upp. Í janúar voru það bara stjórnvöld sem hækkuðu hér vörugjöld og kílómetragjöld sem gerðu það að verkum að vísitalan, hvað þessa þætti varðar, hækkaði um 0,61%. Í heildina hækkaði hún sér um 0,38%, en þetta eru stjórnvöld og þessi fyrirtæki, en spjótunum er alltaf beint að launafólki. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona að grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Já, en þurfum við þá ekki bara? Ég er bara að heyra eitt hérna svona sem er þessi rauði þráður sem við erum alltaf að koma inn á. Þurfum við ekki bara að kasta þessu hugtaki jöfnuður út af hafsauga og gera okkur grein fyrir því að það er engin munur á vinstra og hægri mennum varðar græðgi. Hægri menn bara nenna mæti vinnuna. Sko, við þurfum að horfa til þess að þegar við erum alltaf að tala um þennan jöfnuð og þá erum við alltaf að einbeita okkur að því að allir þurfa að komast þangað. Opinber markaður náttúrulega bara reiðir sig á það, er með miklu betri kjör, það er miklu auðveldara að komast úr vinnunni, það er miklu auðveldara að fá launahækkanir og fleira, bara út af því að þú sækir einhverja gráðu með því að sitja einhverja fjarnám í einhverja nokkra mánuði. Þetta jafnaðar hugtak er bara della. Leikskólakennarar eiga bara að vera á betri launum heldur en aðrir. Það á ekki að vera þannig að alltaf þegar við erum að sækja einhver launakjör fyrir ákveðna hópa, fyrir þjónustur sem við þurfum að reiða okkur á, að það séu bara allir einhvern veginn komnir líka að við erum ekki að berjast fyrir jöfnuði, Við þurfum bara að fara að gera okkur grein fyrir því að mismunandi hópar eru mismikilvægir og við höfum að gera ráð fyrir því. En það sem að þú ert að kalla jöfnuð eru þetta ekki raunverulegur jöfnuður, heldur einhvers konar forréttindi vissra hópa, mögulega hópa einmitt sem að koma ekki að því að halda hér verðmætasköpun gangandi, halda ekki uppi umönnunar kerfunum. Þú veist, jöfnuður væri fólkin í því að lyfta uppi verkafólkinu sem að heldur umönnunarkerfunum gangandi með þrotlausri vinnu sinni, mest kvenna, og að lyfta upp verkafólkinu sem að skapar með vinnu sinni verðmætin í þessu samfélagi, vegna þess að það er auðvitað staðreynd að þaðan kemur verðmæta sköpunin og svo hvíla hinir á henni eins og einhvers konar baggi og gamla píramíta myndin frá þar síðustu öld, þá sem þú ert með yfirvaldi þá aðalinn, við getum skipt aðlinum út og sett ríkasta auðvaldið. BHMFs? Nei, ekki BHMFs, alls ekki, einhvers staðar í kringum miðjuna. Og svo ertu með þú veist, fjölmiðla og stjórnmálastéttina og erum við fyrir ofan að neðan BHM? Í öðrum löndum þá ertu náttúrulega með vopnaðan her, við erum svo heppin að vera ekki með vopnaðan her, og svo neðst ertu með stóran hóp
af verkafólki sem heldur þessu öllu uppi. En þessi píramídi, hann auðvitað ekki til að því leiti lengur, hann ekki lengur píramídi. Heldur er ennþá stór, en þó verkamannastétt sem vantar í, menn þetta fólki sem látið hlaupa hraðar og hraðar, það ekki nógu margar vinnandi hendur á þessum stöðum, og svo alveg bara risa hlussu stór milli og efri millistétt, og svo fámennari efnahagslega yfirstétt, og fólki næst heldur þessu meira minna öllu uppi, og það þetta fólk sem á skilið kaupmáttinn. Það þetta fólk sem á skilið að ríkisfjármálin séu notuð með þeim hætti að tilveru skilyrði þeirra og barna þeirra séu gert betri. Og svona lítið samfélag eins og okkar, þar sem einhverjar nokkur 100.000 hræður búa saman á lítilli eyju, ber ekki mikla misskiptingu, ber ekki mikinn ójöfnuð. Það mun hafa og þegar farið að hafa mjög erfiðar félagslegar afleiðingar sem að sjást bara mjög víða. Þannig að við verðum að snúa af þessari braut sem við höfum verið á, þar sem einmitt jöfnuður getur mögulega orðið eitthvað svona eitthvað skammaryrði eða allt í einu fyrir að þýða það að fólk sem að mögulega hefur það bara ágætt nú þegar verður að hafa það miklu betra. Og við þurfum að fara að nota þetta orð sem það sem það á að vera, að gæðunum sé skipt með skynsamlegum og réttlátum og góðum hætti sem að geri það verkum að stétt verkafólks sé ekki látin búa við skert kjör, sé ekki látin axla alla ábyrgðina á háu vaxtastigi og verðbólgstigi, sé ekki látin búa við þær aðstæður þau komast ekki í sitt eigið húsnæði, sé ekki látin þola það að börnin þeirra get ekki flutta heiman og svo framvegis og svo framvegis. Þú með eitthvað tek? Já, ég get bara mörguleiti tekið undir það sem ég var að segja. Sko, grundvallaratriði það, lægsti taxtin. Ég ætla að kjóða inn út, því að sko með að jöfnuð, þú veist, þínir menn ekki að bíða eftir jöfnuði. Þú veist, ég alltaf að reyna að velta þessu fyrir mér, við erum alltaf að reyna að þykjast fyrir einhverju sömu lið og ég veit alveg að stéttabaráttan miklu harðari innbyrðis heldur en nokkuð tíman Láttu okkur þekkja það. Já. Þess vegna ég að velta fyrir mér. Þú vilt ekkert sjá hana jöfnuð. Þú vilt bara þínir iðnaðarmenn og karlar í krapinu eru bara að lesa litlu gula hænuna á kvöldin, gera sér grein fyrir því að þeir verðmæti sem að þeir eru að skapa eiga þeir bara að fá stærri hlutdeild af og það þýðir ekkert að vera með einhvern vælandi skríl alltaf á einhverja lágu tekjum sem ætla að fara að taka peningana af þeim. Ég get tekið sem dæmi. Ég með stór hluti minna félagsmanna kemur úr stóriðunum. Þetta eru fyrirtæki sem ég get tekið sem dæmi. Norðurlöf búið að skila 100 milljörðum í hagnað frá því að hóf starfsemi sína. Þótt að séu hnökrar á starfseminni núna vegna tæknilegra mála sem lúta að spennunum, þá þetta fyrirtæki sem skilar ár eftir ár góðri afkomu. Og ég hef alltaf sagt að sjálfsögðu á fólki sem að raunverulega skapar verðmætin í viðkomandi fyrirtæki að fá hlutdeild í þeirri góðu afkomu. Og ég hef bara lagt mig í líma við það að reyna að tryggja að launin í þessum erfiðu störfum, þar sem unnið allan sólarhringinn við mjög krefjandi aðstæður, að þetta fólk fái hlutdeild í því. Og þetta eftir, bara upp á Grundartanga, eru tæplega 11% af útflutningstekjum íslensku þjóðarinnar. Það verða til þarna. Og það íslenskt verkafólk sem að knýr áfram afkomu þessara fyrirtækja. Og ef það ekki mitt að tryggja það að hlutdeild minna félagsmanna í því sé góð, þá veit ég ekki hjá hverju það er. En ég vil minna á það að lægstu taxtarnir hjá okkur Sólvu, bæði Eflingu og Starfsgreinasambandinu, eru 497.000 krónur. Og ef þú tekur síðan skattin og önnur gjöld frá, þá standa eftir 370.000 krónur rúmar. Í dag dugar þetta rétt fyrir leigu ef að þannig má orðið komast. Og ég tel að það þessi barátta sem að við erum að reyna að tryggja að fólkið á lægstu toxtunum okkar geti hér framfleytt sig frá mánuði til mánaðar, og ástæðan fyrir því að við fórum þessa vegferð í apríl 2024 var einfaldlega vegna þess að við vildum gera tilraun til að athuga hvort það væri að halda niður verðlagi hér, halda niður leiguverði, sjá lækkandi vexti, því að langstæðstu tölurnar í útgjöldum heimilanna liggja í húsnæðiskostnaði og svo framvegis. Sólveig þekki það nú mjög vel
því að stór hluti hennar félagsmanna á leigumarkanum sem beintengdur. Allir leigusamningar eru beintengdir við leigusamningin. Þannig að þegar verðbólgan hækkar, þá bitnar þetta illilega á þessu fólki. Það var vísintalan síðan, að vísitölutengdir. Vísitölutengdir. Þannig að 2.750 krónur sem að textatur okkar hækka, þetta bara fíkur út gluggan á 0,1 þegar að verðbólgan ríkur hér upp og matarverð og allur annar kostnaður og þetta bitnar alltaf lang vest á þeim allra tekjulægstu. Verðbólga og hátt vaxtastig, hátt leiguverð, þetta hittir þeir krónutöluhækkanir hjá hinu opinbera, hlutfallslega bitnar þetta langvest á þessu tiltekna fólki. Þá kemur Ásgeir Jónsson og segir bara, heyrðu, það eru þið kommamussurnar sem eru alltaf að berjast fyrir hærri launum sem eru náttúrulega ástæði fyrir því. Svo mættir Villi Birgis hérna í viðtal eftir viðtal. Það er svo leiðilegt hvað verðtryggingin er eitthvað sliga allt. Þess vegna viljum við krónutöluhækkanir. Vegna þess, ef það er samið. Villi vill ekkert krónutöluhækkanir. Við samdum 2019 lífskjarasamningunum krónutöluhækkanir. Og af einhverjum ástæðum gátu í fyrsta lagi Samtök atvinnulífsins þá samið krónutöluhækkanir sem þau láta eins og þau geti alls ekki gert aftur og af einhverjum ástæðum varð launaskriðið mjög óverulegt. Þannig að það má ýmislegt segja Halldór Benjamín en hann virðist hafa haft einhvers konar stjórn innan Samtaka atvinnulífsins, hann virðist hafa haft eitthvað power yfir atvinnurekendunum og fyrirtækjaeigendunum og virðist hafa getað sett ordrurnar út það að það ætti ekki að fara í launaskriðið og það ætti ekki að velta öll út í verðlagi. Svo það gerðist ekki þá, en svo gerist þetta núna. En bara aftur, ég ætla bara að halda áfram að tala krónutöluhækkanirnar sem ég elska svona ægilega mikið. Þá, ef að það er haldið við það módel og það eru ekki bara umreknaðar í prósentur handa hærri launum hópum, þá hafa þær þau áhrif að kaupmáttur eykst mest hjá láglaunafólki. Þannig að svigrúmið fer til þeirra, neyslu bálið ekki kynnt með prósentuhækkunum handa hærri launuðu hópunum sem að munu að sjálfsögðu aðeins nota umfram tekjurnar til þess að kaupa upp fasteignir sem annars myndu fara til venjulegs fólks, fara oftar til útlanda, fara oftar í kringluna, fara oftar á fyllerí, fara oftar út að borða og með því auðvitað knýja verðbólgu bálið. Þannig að ef að verkalýðshreyfingin, Samtök atvinnulífsins og aðrir hefðu haft nægilega mikla skynsemi til þess að hlusta á okkur og fari leið krónutöluhækkana, þá er ég þess fullviss að ástandið væri umtalsvert skárra en það er núna. Ég er ekki að segja að krónutöluhækkanir séu eina leiðin til þess að lagfæra ástandið, en ég er þess fullviss að það væri betra en það er núna. En því miður. Það var ekki það farið þessi leið? 26.750 eða 3,5%? Það var samið golf. Það má enginn fá lægra en 23.750. En svo erum við þetta með töflur, þannig að svo færðu þar sem þú ert ofar í taxtatöflunni, þá ertu að fara að fá hærri prósentu. Þannig að fyrsta ár samningsins þá var prósentan fyrir okkar fólk 3,5. Nei, 3,25. Nei, ekki fyrir taxtafólki. Nei, okkar, 5,9. 5,9 fyrir taxtafólki sem er bara á töxtum og er ekki á markaðslaunum, er ekki sjálft að semja sín laun. Svo fyrir alla hina áttu að vera 3,25 fyrsta árið og svo 3,5. En það sem að gerist og það sem við sjáum með þessum launaskriðstölum er að fyrir mjög marga er farin sama prósenta og þú getur séð inn í töflunum, hún er bara yfirfærð, þannig að það er ekki verið að halda þetta 3,25% markmiði. Fólk er að fá miklu hærri prósentuhækkanir, þannig að það má segja að krónutöluhækkunin, þetta golf, það hafi bara verið umreiknað í prósentur og það svo látið flæða upp launastegan sem að gerir það að verkum að fólkið sem núna staðan er þannig að fólkið inn í fyrirtækjunum og hjá henni opinbera sem er með hæstu launin, það er að fá hæstu hækkanirnar. Já, langhæstu. Og ætlar einhver að segja mér að það mun ekki hafa áhrif á verðbólgustig sem að gera það svo að verkum að Seðlabankinn neiti að lækka vexti. Og ein af mínum stóru vandamálum við íslenska verkalýðshreyfingu er að það má ekki tala um þetta er ægilegt tabú. Það má ekki segja að sjálfsögðu geta launahækkanir útferðar með þeim hætti að háar prósentuhækkanir komið til fólk sem hefur þegar mjög mikið á milli handana. Að sjálfsögðu er þetta verðbólgu hvetjandi, að sjálfsögðu mun það hafa þau áhrif að verðbólgan fer hægar niður. Þetta er algjört tabú inn í hreyfingunni, það má alls ekki tala um þetta. En Ásgeir kennir ykkur
Já, getur það bara kennt hann og þá að velja. Ég ætla bara þá að segja, já, þetta tilheyrir við þessari verkalýðshreyfingu, en ég orðin mjög leið á því að þessi verið að spyrða okkur saman bara við alla. Það ekkert þannig. Kennið þá BHM kennið þeim sem vildi ekki fara leið krónutöluhækkana kennið þá líka samtökum atvinnulífsins þau vildu alls ekki semja krónutöluhækkanir og ástæðan fyrir því að þau neituðu að gera það var að það ætti inn í hækkununum að taka tillit til launaskriðsins. Dugðu 3,5% til þess? Nei, alls ekki. Ekki kenna okkur það margir sem að má kenna sko. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun. Farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Það var nákvæmlega þetta sem ég var að beina minni gagnrýni á Seðlabankann og fleiri aðila þegar var verið þessar hótanir sem voru á síðasta kynningafundi hjá peninganefnd Seðlabankans. Það var verið að benda og tala verkalýðshreyfinguna en það var ekki horft á þann ramma sem við sömdum og hann tekinn þá út fyrir og sagt þetta fólk skilaði sínu en því miður voru það aðrir sem ekki fóru eftir þessu módeli sem að þarna var lagt upp með og ég tala nú ekki ríki og sveitafélög og annað slíkt þar sem að fasteignagjöld eru núna að hækka 9-10% vítt og breytt landið. Við sitjum ekki fundið þjóðhagsráðs. Ég hef einu sinni tróðið mér að fund þjóðhagsráðs. Það var eftir að það var búið að semja 8% pluss hækkunina við kennara. Þá bara krafist ég þess að fá að mæta og fekk að mæta. En við fáum ekki að koma á þessu fundi. Við höfum engan aðgang að þessu. Við erum engin launalögga. Við höfum tækifæri þegar samningar eru lausir til þess að vera launalöggan. En það þýðir ekki að undirrita svo samninga við okkur og að allir aðrir sleppi svo höndum af ábyrgðinu og segja bara við ætlum bara svo að gera allt sem okkur sýnist það ekki þannig. Það væri auðvitað frábært ef við fengjum aðgang fyrirbærum eins og þjóðhagsráði og gætum þar tekist á við þetta fólk og verið þá áfram í þessu virka samtali og þú veist sett nefan í borð og sagt þetta gengur ekki. En þannig ekki okkar staða. Við höfum viss völdin í íslenskri verkalýðshreyfingu en þau eru fyrst og fremst bundin við það þegar að samningar eru lausir. Þá höfum við tækifæri, en svo þegar það búið að undirrita samningarna með okkar og það gerist svo að viðsemjendur okkar, hvort sem eru á almenna og opinbera markaðnum, fara svo bara og þú veist, drekka bara allt prósentu hækkana kúleitið og fara bara á eitthvað fyllir í sem stendur yfir mánuðum og árum saman, þá ekki hægt að kenna okkur það. Við fórum ekki á þetta fyllir í. Við vorum ekki þar, okkur var ekki bóðið það partí. Nei, hvernig finnst ykkur harðfiskurinn? Það geggjaður harðfiskur. Það ekki? Jú, geggjaður, ég er búið með heilt róðið. Já, mjög gott. En samt ekki staðan svo að, þú ert með einhverja útlendinga sem engan kosningarétt og þú ert með einhverja lesblenda iðnaðarmenn sem eru ekkert líklega til þess að mæta á kjörstað. Okkur bara drullu saman með ykkur. Við okkur betur settum millistéttina og Kjarval. Við erum bara að skála í fleiri Cosmopolitan og það ekki í alvörunni? Þetta stórt vandamál og ég þekki nú ekki hvernig félagins vilja nákvæmlega samsett en ég veit hvernig mitt félag samsett og þar eru 60%, það reyndar farið að minnka aðeins af því að bara það samdráttur og það eru færri í félaginu núna en 60% eru innflytjendur og af þeim hóp eru þetta meiri hlutin ekki með kosningarétt 25% hjá mér. Og þá hópur sem eðlimáli samkvæmt því miður að stjórnmálafólk bara skít sama vegna þess að ekki takt að fá neitt frá þeim alveg sama, þú veist það hópur sem með lægstu launin þarf að þola launaþjófnað og alls konar rugl á vinnumarkaði, ekki með neina uppsagnavernd á almennu vinnumarkaði, þú veist þarf að kuldrast á leigumarkaði þar sem þau eru að borga alltaf 70% sínur ráðstöfun og tekið í leigu og svo framvegis en eru ekki með kosningarétt þannig að stjórnmálafólk alveg saman hvort það til hægri eða til vinstri þú veist það sér þetta fólk ekki og svo hef ég þetta verið í þeirri stöð þó það sé að byrja að breytast að þú veist þegar ég kom og var að reyna að berjast og tala þá var bara eitthvað já þessi hann að klikkaði kettlingin ekki hlusta á hana sko en það byrjað að breytast en jú ég meina þetta þetta partur af vandanum sem við stöndum frammi fyrir að við erum að berjast fyrir og með fólki sem að sögum stéttastöðu sinnar og svo annara aðstæðna
tilheyrir hópið þeirra sem að stjórnmálafólk í okkar fáránlega samtíma bara skít fokkin sama Já, mér hefur meira að segja og ég nú rættað við Sólveig. Mér finnst Alþýðusambandið of mikið halla sér upp að opinbera geiranum, BSRB og BHM. Og það kannski líka vegna þess að því að innan hreyfingarinnar líka þessi skipting á milli VR, iðnaðarmanna og síðan þeirra sem eru á lökustu kjörunum. Breytist þetta ekki þegar Finnbjörn kom inn? Mér varst hann tala þannig þegar hann byrjaði. Og sko samstarf mitt og Finnbjarnar hefur verið ágætt, en ég hef auðvitað stundum verið með ósamálunum. Ég var allir mjög ósátt þegar hann fer í kjölfar könnunar Vörðu sem sýnir fram á mjög slaka stöðu aðflutts verkafólks á landinu og talar eins og þetta sé bara spurning tengslanett og það, þú veist, allir læri íslensku og þá verður allt gott og þá ályktaði Stjórn Eflingar og sagði, sko, jafnvel þó að allt fólk myndi bara leið og það stígur fót á íslenska grund verða alltalandi á íslensku, þá þarf samt að vinna verkamannastörfin. Þannig að þetta ekki alveg, þú veist, þetta ekki lógisk nálgun, sko. Og svo hef ég verið mjög ósátt við málflutning hans varðandi leikskólamálin þar sem hann hefur algjörlega elt í blindni mainstreams feministana sem að láta eins og þetta sé einhver sérstök aðfyrir að kvenréttindum að breyta módelinu, en við höfum unnið ágætlega saman. Ég ætla ekki að svara fyrir Villa. Vili, hvað segir það? Nei, ég svo sem hef ekki átt í neinum slæmum samskiptum við Alþýðusambandið. Ég því miður stundum oft ósammála þeirra nálgun. En stundum ég, og oft ég líka sammála og mér finnst Alþýðusambandið mætti vera meira svona gagnrýnið á það sem að gerast og láta miklu meira í sér heyra. Við getum tekið bara einfalt dæmi. Greiningadeildirnar hér sko tröll ríða öllu þegar að kemur að því að nokkru dögum áður en að stýrivaxta ákvörðun Seðlabankans og það alltaf þetta sama hjá klappstýrum fjármálakerfisins að annarkvort verið vextir hækkaðir eða standi í stað sko því að þeir hafa hagað því sko. Mér finnst vanta meira frá Alþýðusambandinu að vera að greina þetta og koma með sko rök fyrir því ákveði að lækka vexti. Maður hefur aldrei neitt frá þeim, hvorki fyrir niður eftir nákvæmlega. Ég bara alveg sammálaður því. Sko, hvernig farið með lágtekjufólk á íslensku vinnumarkaði endurspeglast kannski í einu atriði sem við uppgötum núna ekkit alls fyrir löngu þótt að hafi svona verið svona vitneskja það en það liggur í lífeyrissjóðskerfinu okkar. Og við erum nú að vinna í því saman í hópi og Sólveig ásamt samtökum atvinnulífsins að hugsa að lágtekjufólk sem inn í verkamannasjóðunum með 15% lakari lífeyrisréttindi fyrir sama framlag. Af hverjum 10.000 kalli sem þú leggur inn þá fær verkafólki 15% lakari réttindi og af hverju skildi það vera? Vegna þess að örorkubyrðin meiri inn í verkamannasjóðunum vegna þess að það bara meiri erfiðisvinna og fólk líklegra til þess að enda þar á örorku. Þannig að bæði með lakari réttindi og líklegra til að lenda í örorku. 15% lakari réttindi, þetta getur munað svona 140.000 krónur fyrir sama framlag yfir starfsævina á mánuði. Þetta mesta óréttlæti sem að ég hef orðið sko vitni að þegar það var farið að leggja allar tölurnar og samanburðin á borði fyrir okkur, þá bara hef ég sagt bara í hjarta mínu bara hvernig hefur þetta verið látið viðgangast. Það ekki bara þetta fólk sem miklu lakari kjör, heldur farið það ekki sama framlag fyrir sama 10 skallin sem það leggur inn. Og svo talað við erum með besta lífeyrissjóðskerfi í heimi, samtryggingu. Samtryggingin fólkinni því að verkafólki sjálft þarf að standa undir sinni örorkubyrði með lakari réttindum. Það rétt. Og þetta svo ógeðslegt. Og svo eru hér verslunarmenn og iðnaðarmenn og tala ekki opinberu félögin sem að lengi vel voru með launagreiðenda ábyrgð, ríkisábyrgð á sínum lífeyrir. Og svo talaði að jafna launin á milli marka, því líkt kjaftaði. Bara þessi lífeyrisréttindi og hvernig búið að fara með íslenskt verkafólk sem betur fer núna vilji hjá öllum til þess að laga þetta. Og ef þetta ekki verður lagað, þá vil ég meina það að þá horfir illa
fyrir íslensku lífeyrissjóðskerfi því að við Sólveig munum aldrei láta það líðast að þetta verði ekki laga núna í eitt skipti fyrir öll og það verði jafnað réttindin á milli lífeyrissjóða þannig að við séum raunverulega með samtryggingarkerfi þar sem að við stöndum saman í því að brúa það bil þegar örorkan er mikil en leggja ekki þær byrðar bara á verkafólki. Þetta svona lítið dæmi það hvernig farið með þá sem að höllustu fæti standa í íslensku samfélagi. Þetta ótrúlega saga sko og hér vilja nú þessi manna besti að benda á þetta og reyna svona að fá fólk til þess að vakna til meðvitundur það hvað brjálæðislega mikið óréttlæti sem teiknað inn í það hvernig þetta módel virkar. Eitt sem til dæmis sönnun á því hvað þetta mikil furða að vegna þessarar miklu örorkubyrði inn í verkamannasjóðunum sem að gera það að verkum að réttindin sem að greiddur út til ellilífeyrisþega eru lakari en í öðrum sjóðum þá hefur ríkið greitt jöfnunarframlag svokallað en hvað mörgum áratug eða meira 2007 byrjar það. Þannig að frá 2007 þetta gert en þá það unnið með þeim hætti að peningarnir fara líka til sjóðana sem eru varla með neina örorkubyrði. Þannig að hér hefur verið dælt milljörðum á milljarða ofan út úr ríkissjóði undir því yfirskinni að þarna eigi að jafna réttindi ellilífeyrisþega en peningarnir hafa alveg jafn mikið verið sendið til þeirra sjóða sem eru varla með neina örorkubyrði og til hvers eru þá peningarnir notaðir þar? Jú, til þess að bæta þegar góð réttindi ellilífeyrisþeganna þar en hefðu þetta allir átt að fara inn í verkamannasjóðina, það hefur ekki gerst. Þannig að réttindin hafa verið bætt að einhverju leyti en eru þó umtalsvert verri. Og að mínu viti, og ég veit að vilja sammála mér þetta, ætti að setja af stað rannsóknarnefnd til þess að skoða hvernig ósköpunum það var hægt að fara fram með þessum hætti og hvar kvitta var upp á það að milljarðar væru settir út úr ríkissjóði, peninga skattgreiðenda til þess að fönnela inn í þegar gríðarlega vel fjármagnaða lífeyrissjóði til þess að bæta réttindi þeirra sem höfðu ekkert við slíka bóta að gera. Þetta svo galið og ég veit að hlustendur skilja kannski ekkit hvað við erum að tala en fólk getur bara að googla þetta upp. Þetta heitir, þetta reglugerð sem gefin út árlega frá árinu 2007 jöfnun á örorkubyrði milli sjóða. Það búið að greiða út úr þessu sjóði frá 2007 til dagsins í dag tæpa 100 milljarða. Og það rétt sem Sólveig var að segja hér, það fengur bara allir sjóðir. Meira þess að B-deild hjá LSR sem með ríkisábyrgð og sjóðir sem eru með sára litla örorkubyrði en það eru bara verkamannasjóðirnir sem að áttu að fá þetta framlag og núna síðustu 2 ár þá hafa menn kveikt á perunni og núna í fyrra og fyrir árið í ár þá eru það bara 5 lífeyrissjóðir sem fá þetta og það eru allt verkamannasjóðir en framlagi sem að verið að greiða frá ríkinu það dugar engan veginn til þess að jafna þennan mun á milli réttinda eftir því í hvaða sjóðið er. En ég sammála Sólveigu því að á þessu hefði átt að fara fram bara einhver rannsókn, hvernig mátti það eiga sér stað að þetta hlutverk sem var að jafna réttindin hafi dreifst á alla lífeyrissjóði á landinu sem að áttu bara enga rétt á því að fá þetta framlag. Hlaðvarpið í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Já, þetta rosalegt ef þetta eins og þið lýsið þessu. Þetta svona. Þetta ótrúlegt. Ég glemdi að klára auglýsinguna. Þetta er harðfiskur sem ég að selja. Ég geti fundið hvernig þið nálgist hann í Er það ekki? Já. Mér finnst það líka. Herri, við komumst ekki hjá því að ræða Bjarna Ben. Hann að fara, nú verða kjarasamningar fyrir sjáanlega í uppnámi 1. september næstkomandi. Það verðbólgan ekki að fara hjaðna út af því að það búið að dæla mikið af peningum gegnum
alls konar mál. En Bjarni Ben að fara að pakka ykkur saman og það verður mjög áhugavert að fylgjast með því. Já, sammála, verður mjög áhugavert. Ef þeir eru svona alveg hreinskilin, bæði, telji þetta sé skynsamleg ráðning hjá SA eða kemur hann með svona of mikinn hita úr stjórnmálunum, fattið þetta, því að ég veit alveg að þú Sólveig þér líka ekkert við hann áður og núna skilur kemur hann inn í þetta. Ert þú svona, ert að fara að vera meiri Sko ég er hörð í horn að taka? búin að kveðja Bjarna svo oft. Ég man þegar hann fór að fyllir í COVID, þá er ég bara ha, nú er þetta búið, svo bara fenglugtum sem þá Katrín komin bara, nei, þetta er ekki búið. Ásmundarsalur? Já, Ásmundarsalur. Við vorum öll heim eitthvað að fresta jólunum, Bjarni bara fyllir í, rosa gaman. Ok, þá kvaddi ég hann. Svo kvaddi ég hann aftur, ég man ekki, það var eitthvað annar svona skandal, þá kvaddi ég hann. Svo fór hann úr stjórnmálum, þá kvaddi maður hann, heyrðu, þá bara poppar hann upp aftur. Og maður þarf bara að fara að funda með hann og semja við hann. Þannig að ég bara vinn með þetta og þú veist, partur af mig segir, guð minn góður, þetta verður eitthvað, en svo er líka partur af mig sem hugsa bara eitthvað, ok, þetta verður bara mögulega, þú veist, skemmtilegri gladiátorakeppni og þú veist, ég er alveg til í það. Ég held að Villi sé alveg ánægður með þetta. Já, ég ætla að segja það bara alveg nákvæmlega. Ég hef náttúrulega átt í töluverðu samskipti við hann bara í aðdraganda kjarasamning og annað slíkt. Ekki ég, því að vill aldrei neitt tala um mig. Það, já, jú, þú hefur nú verið líka upp í stjórnarráði þegar við höfum verið þarna. Ég hef aldrei átt í neinum vandræðum með að tala við Bjarna og mér finnst oft bara þægilegt að tala við hann. Auðvitað erum við ósammála ýmislegt og ég ætla bara að nefna það sérstaklega ef við tökum fría skólamáltíðir sem við náðum hér í gegn, ég og Sólveig mann og eftir mér í símanum hér. Í 2 vikur að rífast. Í 2 vikur og einu sinni talaði ég við Bjarna Ben, þá var hann einhvers staðar upp á hálendi sko, í einhverju ferð með einhverjum og hann allavega stutt okkur í því að ná þessi gegn því að það var mikil andstaða innan hans flokks þetta. Grundvallaratriði hjá aðilum vinnumarkaðarins er að fólk geti tala saman og það ríki traust, að þú getur talað við fólk og þú getur treyst í og þetta er svona megið svona atriði til þess að maður geti náð einhverjum árangur. Fólk getur talað saman því að ef þú getur ekki talað við fólk sko, þá er ekki mikla líkur af því að þú náir einhverju niðurstöðu eða einhverjum árangur. Ég held að þessi ráðning auðvitað getur vel verið að fortíð Bjarna var sem formann Sjálfstæðisflokksins sem fjármálaráðherra, forsætisráðherra og annað slíkt muni hafa einhver áhrif. Ég óttast þetta ekki, ég veit vel að hann verður harður í horna að taka. Ég er ekki til neinum vafa um það og Bjarni þekki náttúrulega vel til bæði atvinnulífsins og til efnahagsmála og annað slíkt. Þannig að það verður bara okkar Sólveigar að samfara mannin þessa vegferð sem að við ég vil allavega ekki mála skrattan á vegg strax. Það skiptir máli hverju framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins vegna þess að fólk verður að geta tala saman. Verður þú með píluspjald með mynda Bjarna, Sólveig? Nei, ég ætla sko, já, það skiptir máli að geta að tala saman, en svo skiptir auðvitað líka máli að fólk bara komi vel undir búðarsamningum og það skiptir miklu máli að sá sem að semur fyrir hönd Samtaka atvinnulífsins sjái og skilji að þeir sem að sittast við borðið fyrir hönd verkafólk séu með umboð, sterkt umboð og ég ætla að koma í næstu kjarasamninga með augljóslega mjög sterkt umboð. Ég ætla líka að koma með feitan vinnudeilusjóð að borðinu sem ég er tilbúin eins og allir vita til þess að nota. Ég er ekki eins og margir í þessum bransa sem að liggja eins og ormur á vinnudeilusjóðsgullinu og tíma ekki að nota úr honum. Ég hef eitt í einum rykk minnum að við höfum borgað 600 milljónir út á vinnudeilusjóðnum en ég hef lært það sem ég kunni kannski ekki áður en það sem allir kapitalistar vita er ef þú átt alveg rosalega mikinn pening og svo auðvelt að fyta hann áfram sko. Þannig að það er það sem ég ætla að koma með að borðinu en svo auðvitað það sem að skipti miklu máli fyrir Eflingarfélaga og fyrir SGS félaga, þau sem að tilheyra þeim fjölmörgu stéttarfélögum sem eru innan SGS sem eru 18 talsins er að Efling og þeir sem að leiða starfsgreinasambandið sem að vonandi verður vilji áfram geti náð saman það hvaða leiðir eigi að fara og hver markmiðin séu og hvaða aðferðum eigi að beita. Svo þá erum við auðvitað á ágætum stað. En hvernig sjáu þetta fyrir ykkur? Ég meina, ok, núna er verðbólgan að hækka, atvinnuleysi er að fara að aukast.
Það er samdráttur að svo veriðist og það mun koma til með að leiða. Hvernig ætlið að bera ykkur að þessum kjarasamningsviðræðum? Við höfum aðeins verið að spjalla, við tölum nú mikið og oft saman og við höfum verið að spjalla og ég hef sagt við Villa að ef að til þess kemur að það þarf að opna samningana næsta haust, ef að forsendurnar standast ekki, þá á að bæta í samningana og stjórnvöld að koma aðgerðir en það á að einbeita sér og takmarka þær við verka- og láglaunafólk. Þannig að ef það þarf að bæta í samningana launahækkunum þá eru það hækkanir sem bara koma til verka- og láglaunafólks, ekki til neinna annara. Með því munum við gera okkar til þess að koma í veg fyrir að verðbólgan haldi áfram að aukast og aðgerðir, sérstakar aðgerðir frá stjórnvöldum eiga líka að vera þess eðlis að það nýtist verka- og láglaunafólki og fjölskyldum þeirra. Aðrir á þessu landi hafa bara mjög gott. Allar kannanir sem að sýna fram á það með mjög skýrum hætti að 70% alls launafólks hér á landi hefur það mjög gott, þarf ekki að hafa fjárhagslegar áhyggjur, er í eigin húsnæði og svo framvegis. Það þarna hópur sem að hefur það slæmt, þarf á betri kjörum og meira liðsinn að halda. Þar eigum við að setja fókusinn, en hvort okkur tekst að samfæra aðra í verkalýðshreyfingunum og þetta sé rétt leið til þess að fara á eftir að koma í ljós. Ég hef sagt opinberlega að ég til að ég segja samningunum upp í september. Ég get tekið undir með Sólveigu með það ef að það væri hægt að ná niðurstöðu það ef að forsendur bresta. Það ánvættir að koma í ljós og það eru 8 mánuðir það til að, eða 8 mælingar inn í vísitölunni sem að munu skera úr það, þannig að það liggur ekkert fyrir hvort að forsendur munu bresta. En ef það gerist, þá get ég alveg tekið undir það að þá þarf að horfa fyrst og fremst á tekjulægsta fólkið og ef það væri hægt að ná einhverju niðurstöðu með samtökum atvinnulífsins að bæta inn í gagnvart þessu tiltekna hópi sem hefur staðið sína plikt, tók þessa áhættu, þá er það svo sannarlega eitthvað sem að ég væri svo sannarlega til í að skoða. Og auðvitað eru núna svona vissar þrengingar á markanum, atvinnuleysi er á uppleið, en það er nú gleðitíðindi núna er loðnuvertíðin að fara á fullt skrið sem mun skila íslensku þjóðarbúi svona kringum 40 milljörðum í útflutningstekjum. Það mun verða mikið líf og fjör vítt og breytt landi, meðal annars upp á Akranesi, það sem stendur til að landa 10 til 11.000 tonnum af loðnu til hrognatöku, Vopnafirði og vítt og breytt og þetta eru fleiri 100 manns sem munu ná í góðar tekjur og þetta skila sér inn í þjóðarbúið, en auðvitað eru blikur á lofti víða. Það hefur náttúrulega verið svona viss samdráttur núna allavega í vetur varðandi ferðaþjónustuna, en það hefur nú verið að tala að bókanir fyrir sumari líti ágætlega út, en síðan eru bara allar þessar hækkanir sem eru bara jafnt á almenning og fyrirtæki sem að er að leika fólk og fyrirtæki grátt. Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13, en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Hvernig samt því að hvað er viðmið? 4,75? Verðbólga? 4,7. 4,7. Já, það er 12 mánaða og svo 4,4 6 mánaða. 6 mánaða sem er það mars fram í ágúst. Og það er nokkuð ljóst að það verður fyrir hendi. Ef að verðbólgan verður, hvað við segja, 5% eitthvað annað örlítið yfir, en er á leiðinni niður, ætlið þið þá að fara að setja allt í uppnám hérna og þú mætir í gula vestun? Ég ætla ekki að setja allt í uppnám, en ég er sammála Villa ef að forsendur
halda ekki þá á að opna samningana. Þannig að bara við erum á 4,7%. Þá á að bæta í fyrir það fólk sem eins og Villi var hér bara mjög málefnalega að útskýra, tók þess að miklu ábyrgð, var tilbúið til þess að fara þessa leið og hefur verið látið færa þessar fórnir og það er bara ekkert mál að sittast niður og reikna bara út hvað hópur þetta er, hvað þarf hann að fá og þá lókum við bara samningunum aftur. Ekki mikið vandamál. Við vitum alveg að þú getur ekki komið að samningsborðinu og sagt við BHM og aðra við fáum auka og þið fáið ekki neitt. Þarna skulum við þá bara horfa til viðsemjendjana, til stjórnvalda, til hins opinbera. Er hægt að ná hér einhverju þjóðarsátt það hvaða leið skuli fara sem einmitt stuðlar að jöfnuði, hinum sanna og rétta jöfnuði og getur gert það að verkum að verðbólga fari að lækka sem mun þá gera það að verkum að Seðlabankinn getur haldið áfram að lækka vexti. Við getum ekki axlað ábyrgðina á því hvort það er hægt að ná hérna einhverju þjóðarsátt svona hluti eða ekki. Við erum með félagslegt umboð frá okkar félagsfólki sem að treystir okkur til þess að gæta þeirra hagsmuna. Það er okkar stóra hlutverk. Við höfum axlað þá ábyrgð að hinga til og við munum auðvitað halda áfram að axla hana. Við vildum gera nokkuð svona þjóðarsáttarsamninga þarna síðast, svo kom bara í ljós að það var ekki vilji annars staðar til þess að gera það, en það getur enginn horft á okkur og sagt, já þið eigið að svíkja hagsmuni ykkar félagsfólks til þess að hafa aðra hópa góða. Þannig virkar það ekki. Sem betur fer, ég hef umboð til þess að gera vissa hluti og ég ætla að gera þá. En þá ætla ég samt að segja og ég hef sagt áður, ég vona að samningarnir haldi. Já. Ég vona það, vegna þess það er ekki séns. Jú, það er alveg séns. Ég vona að þeir geri það og það eru ástæður fyrir því. Það er það æmitt. Ég veit að verður mjög erfitt að fara af stað, opna þá til þess að ná kjarabótum. Það verður mjög erfitt, það verður mjög flókið og ég vil geta haldið áfram að undirbúa mig og félagi mitt. Ég vil halda áfram að fita vinnudeilusjóða minn svo að þegar að því kemur að við förum og gerum stóra kjarasamningin á almenna vinnumarkaðnum og svo mjög stuttu seinna samninga á opinberu vinnumarkaði, þá sé ég með allt tilbúið hjá mér. Og ég mun auðvitað ef að niðurstaðan verður þannig að við þurfum að opna í haust, þá munum við bara hlaupa hratt í Eflingu og láta það ganga upp. Við höfum gert það áður, en það er betra fyrir mig, það er betra fyrir Eflingar fólk að við höfum lengri tíma til að undirbúa okkur. Það er bara staðreynd. En eigum við samt ekki bara að fara að lækka hérna skatta? Reykjavíkurborg er að sjá einhver transammæli, ríkið er hérna. Það má lækka skatta á verka og láglaunafólk og það má hækka skatta á fólk sem er ofarlega í tekjustigunum og það má hækka fjármagnstekjuskatta, það má hækka auðlindagjöld á þá sem að geta borga þau auðlindagjöld, svo að sé hægt að lækka skatta á verka og láglaunafólk, svo að það fólk eigi betri líkur að geta komist inn í sitt eigið húsnæði, geti tryggt börnunum sínum góða afkomu og svo framvegis. En þetta er svona ástæðan fyrir því ég hef ekki alveg skil út af því að finnst ykkur til dæmis þjónustæðin svo bara að vera búin að orðin betri á undanfarnum árum? Eru að taka miklu meira til sín? Af hverju erum við þá ekki bara að tala um að lækka skatta á alla? Af hverju þarf að setja þetta í þannig hnút? Af hverju viltu lækka, þú vilt væntanlega lækka verðbólguna og ef þú fyrir að lækka skatta á ríka fólkið, þá mun það ekki hafa þau áhrif að verðbólgan lækki. Jú, ég held að bara framleiðinu myndi koma til með að aukast og það myndi vega á móti. Ég held í alvöru tala. Þarna aftur jöfnuður, hinn sanni jöfnuður snýst það að ríkisfjármál séu notuð með þeim hætti að þau lyfti upp þeim sem eru neðar í tekjustiganum og hamli því að þau sem eru ofar í tekjustiganum verði of rík og með því of valdamikil. Þannig viljum við hafa það í alvöru lýðræðisríki. Ef að þú ert með of lága skattbyrði á hinn rík og egna miklu, þá verður þau bara ríkari, egnast meira og hafa þar með meiri völd sem er verra fyrir samfélagið, sérstaklega fámennt samfélag eins og okkar. Þú vilt ekkert búa í landi þar sem þú ert annars vegar með eitthvað svona semi-gated community, þar sem að liðið er bara eitthvað, þú veist, hérna með svo mikla peninga að það bara lifir eins og einhverjir hérna Kardashian pakk og svo ertu með fólk sem að það er ekkert svoleiðis á Íslandi. Vist er svoleiðis á Íslandi. Come on. Hvað er gated community? Garðabærin er svona semi-að-breytast. Arnan er svona enda að talað einhver tíma fyrir því að það er með gated, en þeir hafa ekki gert það. Þú veist, þar sem að, og ég meina neðst í Fossvoginum, þar sem að þú ert með mesta konsentrasjón á sko kapitali og mennta og menningarkapitali, skilur, að sjálfsögður að verða til svona enclaves af fáránlega miklum peningum, fáránlega miklu völdum og allt og miklu tjútti og svo ertu með fólki sem er í okkar félögum sem er að vinna, maðurinn er að vinna, konan er að vinna, kallinn er að vinna ógeðslega mikið, konan er líka að vinna í líkamlega andlega erfiðisvinnu
þau eru með börn, þau eru að hlaupa eins og hamstrar í einhverju hjóli bara til þess að geta einmitt sendt börnin í íþróttir og mögulega verið svo heppin að geta keypt sér blokkaríbúð. Hvað bull er þetta eiginlega? Hver vill búa í svona samfélagi? Sko, þú segir lækka skatta. Okkur greinir svona aðeins á, hérna kemur munurinn. Loksins. Kemur munurinn hérna. Ég er þar að, sko, í fyrsta lagi erum við Íslendingar mjög skattpínd þjóð. Það bara blasir við. Við erum að greiða einu hæðstu skattana á Íslandi. Bara, sko, olíugjaldið núna, eða kolefnisgjöldin á í bensingjaldinu hækkuðu 30% núna, sko, þeir lætu því inn, það voru 6-7 krónur sem þeir bætu við þar. Við erum svo náttúrulega bara í gegnum lífeyrissjóðskerfið okkar, þetta er í raun og veru bara skattar, í öðrum löndum er þetta gegnumstreymiskerfi og er tekið í gegnum skattana þar, en hér borgum við þetta hluta til sjálf, sko, þannig að ég vil skapa fyrirtækjum þannig skilyrði að þau geti vaxað og dafnað, greitt fólkinu góð laun og fjölga störfum. Til þess þurfa fyrirtækin að vera með góð rekstrar skilyrði og þannig græðum við öll, en að skattleggja allt upp í rjáfur. Við sjáum bara hvernig ríkið er að bólna út á öllum sviðum. Útgjaldaaukning ríkisins. Já, nema þar sem það skiptir máli að það bólni út sem er til dæmis á bráðamóttökunni, sem er í hjúkrunarheimilunum og svo framvegis. Það er að bólna út á öllum vitlausu stöðunum. Já, en það er að horast þar sem það ætti að bólna. Það er alveg með ólíkindum öll þessi ár og oft á tíðum hefur verið dælt gríðarlegum fjármunum inn í til dæmis Landspítalann, en einhverja hluta vegna hefur það ekki skilað tilsettum árangri. Það er bara rótargreina öll þessi lykil kerfi okkar og tryggja það að fjármunir fari inn í þau, og nú er náttúrulega nýja Landspítalinn væntanlega að fara að tekka inn hjá okkur. Hann reyndar á kolvitlusu stað. Þetta er nú ein þvælan, sko, sem að ég bara skil ekki hvernig mönnum dattið í huga hafa hann þarna, en það er nú annar mál. En við þurfum bara, sko, við vinnum okkur út úr þessu vandamáli með því að auka verðmætasköpun í íslensku samfélagi, skapa öflugar gjaldeyris aflandi atvinnugreinar. Það er þannig. Það gerist ekki með opinberum störfum. Opinber störf eru til að styðja við almenna markaðinn. En þetta er eiginlega orðið öfugt. Munið þegar að Viktor Gísli kom fram og sagði að fólk ætti bara að taka veikindadaga til þess að mæta út til þess að horfa á handbolta. Markvörðurinn. Já, ég var svona svo sorry. Já, það er nefnilega ykkur vinstrimönnunum finnst þetta svo sætt. Nei. En við þurfum að horfast í augu við það. Ég skrifaði nú status og Aha. gaggrindi, reyndar ekkit hann út af því ég vildi þetta bara styðja hann og þessa glæsilegu drengi, en samtök atvinnulífsins komu þarna fram og voru öll eitthvað svona láta eins, já, þyrfti nú kannski enginn að skrópa í vinnunni, sko, út af því við gætum bara öll hort leikinn saman í vinnunni, og ég sagði já, við öll nema náttúrulega ræstingakonan og fiskvinnslukonan og byggingaverkamaðurinn og strætóbílstjórinn og svo framvegis. Þú ert ekki að fara að gera þetta eitthvað kósí saman í vinnunni, sko. Ég er ekki, þú veist, þú ert að blanda mér saman við eitthvað vinstra fólk. Ég var ekki að tala um þig. Jú, þú sagðir þið vinstra fólk. Þú ert ekki vinstri, þú ert hægri sinnasti vinstri maður. Já, málið er að ég bara aðhyllist bara gömlu góðu hugmyndir um það. Það er vinnan sem skapar verðmætin, það er vinnuaflið sem á auðvitað í hinum fullkomna heimi að stjórna atvinnutækjunum og þú veist, ákveða hvernig samfélagið er uppbyggt, en ég sætti mig við það að fólk viðurkenna það vinnan sem skapa verðmætin og að fólk fái vel og ríflega útlutað af kökunni sem að vinna þeirra skapar. Ég sætti mig alveg við það, ég þarf ekki öruga byltinguna, en það er það sem ég vil, en einhver svona vinstra þus eða réttara sagt, það að eitthvað vinstra fólk telja vinstri snúist eitthvað svona kósí heit og dulleri, ég er ekki þar, sko. Nei, ég er ekki þar. Mannleg tilvera er ekki sérstaklega kósí, hún er ekki sérstaklega dulli, hún snýst það að komast af með sem bestum og uppbyggilegustum hætti, og ég vil búa í samfélagi þar sem allir fá raunverulegt tækifæri til þess að vera þar.
Ég er sammála og ég ætla að Það fá er vinstri stefna sem ég vil. Ég ætla að fá að klára hennar punkt sem ég var að reyna að taka hérna áður en að þú gerir þetta sjálfa þig. Hérna. Sko, vinnusiðferð á Íslandi er orðið hræðilegt. Við erum bara með einhverja krakka skíta, það er að tala um hérna lægstu 10% á Íslandi. Lægstu 10% eru bara 16-25 ára krakka skítar sem eru nýkomnir á vinnumarkaðinn og eru að sjálfsögðu á lægstu laununum og eiga að vera á lægstu laununum. Allir voru þannig einhver tíman og við erum bara alltaf að væli við þessu. Sko, Nei, leiðum mér að klára. Sko, við erum að horfa upp á það að vinnusiðferði, samhliða þessari styttingu vinnuvíkunar, stamferði, þú veist, það er komið ungvirk. Bara vera að hvetja ungt fólk til að fara í kulnun og væli yfir sinni tilvist á milli þess sem að fyrir social vælir yfir því að eignast ekki húsnæði út af því að það er einhverju skýta gráðu hérna þar sem mun ekki koma til með að skapa nein verðmæti. Vinnusiðferð á Íslandi verður að lagast áður en að þið farið nokkuð tíman að sækja einhver betri laun út af því að við erum að horfa upp á þannig veruleika að ungt fólk er orðnir bölvaði leitingar og það eru allir sem að gera sér grein fyrir þessu, sérstaklega þeir sem eru atvinnurekendur, fá hérna einhverja krakka skíta, hérna bólugrafna og rétt komnir úr mútum sem að væla yfir því að þeir geti ekki fengið sumafrí, jafnvel þó þessi sumarstarfsmenn, væli við því að fá ekki hærri laun, væli við því að geti ekki hoppað úr vinnunni hvenær sem þið vilja. Þetta er vandinn og þetta þarf að laga áður en að þið farið að væla út einhver hærri tekjur fyrir þessa leitingja. Þú þekkir hrikalegt ungt fólk. Sko, við vitum ekkert hvað það er að vera latur út af því við höfum aldrei verið löt. Þannig að fyrir okkur þá erum við þetta bara eitthvað, letingjar að sjálfsögðu eru bara heldur svo aumingjar. Við erum alveg þar, fílum ekki letingjar sko. En í fyrsta lagi ætla ég nú aðeins að tala um ungvirk. Ungvirk er náttúrulega, þannig er verið að reyna að koma fólki einmitt út á vinnumarkaðinn. Það er verið að liðsinna fólki sem þarf alveg á því að halda, sem af einhverjum ástæðum hefur ekki fótað sér í skóla eða námi, við að finna fótfestuna. Það er hlutverki með ungverk, þannig við skulum ekki tala það niður. Og já, auðvitað er það rétt að það er risastór hópur á íslensku vinnumarkaði sem er ungur og sem er að vinna með skóla, þú veist, að vinna meðan þau eru að gera aðra hluti. Það er ekki okkar stærsta bakland. Það er auðvitað hópur sem að tilheyrir okkar félagi og færu auðvitað bara sömu launahækkanir og aðrir. En fólki sem við erum að horfa og einbytta okkur að, það er það sem ég kalla alvöru eflingarfólk. Það er verkafólk á íslensku vinnumarkaði sem að verður í þessum verkamannastörfum, er þar, er bara frábært og duglegt fólk og sem þekkir ekki leti, veit ekki hvað það er að reka heimili í fullri vinnu, er að láta hlutina ganga. Það er fólki sem við erum að hugsa um að berjast fyrir. Og þetta unga, ekki hérna þessir vesalingar sem þú ert að tala um. Sko. Þetta unga fólk tóttu svo varst að tala um áðan, sko ætti að vera á lægstu laununum, þau eru það vegna þess að ef þú ert 17 ára, við vorum það líka. Ef þú ert 17 ára þá færðu 95% af 18 ára taxtanum og ef þú ert 16 ára þá færðu 90%, svo fer það lækkandi. En ég get alveg tekið undir það að horfa upp á þetta í dag með þegar ég er að alast upp, sko. Að þetta er orðið, sko, þú valla mátt vera með að bera út blaði ef það er yfir 6 kíló bókinni að þér, sko. Þetta er orðið algjörlega galið hvernig þetta þjóðfélag er. Einu sinni var ég í 3 vinnum, ég ætla að segja ykkur frá því að ég valdi að tala um það að ég hef verið í 2 vinnum. En hálft ár var ég í 3 vinnum, ég var að vinna í leikskólanum, ég var að vinna í búð og þegar leikskólalaunum voru svo ömurleg og svo er ég líka að bera út. Í hverfinu, eins og ekkert væri, þannig ég er svo sannlega ekki lög. Þetta er búið að breytast. Það er alveg fullt af fólki, eflingafólk sem er í þessari stöðu. Ég er í góðum samskiptum við frábæran mann, innflytjandi frá Venezuela, sem er búin að vera hérna lengi og ég hef verið að liðsinna hitt og þetta. Hann er í 3 vinnum, 2 hjúkrunarheimili og Volt. Hann er nú ekki mjög latur. Hann er nú ekki komin hingað til að leggja sig kæði. Það er líka fullt af ungu, flottu fólki þarna úti og krakkar sem er að leggja hart að sér. Þóður séu kannski í mútum og jafnvel þóður séu bólugrafin. Ég fekk margar spurningar og ég ætlum að enda á því að spyrja ykkur um þær. Við þurfum nú að fara að vinna, við viljum. Já, nákvæmlega. Þið eru nú í vinnuna. Ein hérna, og þetta eru pælingarnar. Þeir voru svo sniður hérna. Strákan í Chess After Dark hafði þetta afmarkað og ég held þessi mjög skemmtilega hann. En það eru nokkrar spurningar og svo segjum við þetta gott. Okay. Af hverju villi færar allar tölur þegar hann kynni launahækkan til starfsfólks? Og ég á að spyrja, já, af hverju er alltaf að færa tölur? Þetta er nú ekki sérstaklega spurning. Spurðu hvort að sviðsmyndagreininga verkfalla séu í farvatninu og áhrif þeirra á verðbólgu. Ég gerir ráð fyrir því að þessu sé beintið þín.
Já, við auðvitað bara skoðum allt mjög vandlega þegar við erum að pæla í þessum hlutum en ég er auðvitað ekki á þessum tímapunkti byrjuð að undirbúa verkfall með þessum hætti. Ég var hér rétt áðan að segja ég vona að samningar haldi en þegar að því kemur að við förum að skoða það hvort við ætlum í verkfall þá að sjálfsögðu skoðum við það hvar við förum í verkfall og ef það kemur til þess að hér verður allt komið í tóma steypu og ömurlegt ástand þegar að samningar losna 2028 þá myndi ég helst vilja keyra verkfall bæði á almenna og opinbera markaðnum í einu og ég mun hafa tækifæri til þess vegna þess að svo stutt á milli þessum samningar losna þá fyrst gætum við séð hluti gerast. Hefur ekkert áhyggjur að þetta vald sé að stíga til höfuðs? Nei. Hérna Vili, og þú kannski fara að svara þessu líka, hvað er eðlilegt launabil og hvað eru mannsæmandi laun? Ég held að eðlilegt launabil sé bara í raun og veru, sko, þú verður líka að horfa bara á reynslu viðkomandi einstaklings á vinnumarkaði. Þú verður líka að horfa á í mínum huga hvaða starf er viðkomandi að vinna. Eins og ég nefndi í fiskuslunni þar sem hefur verið að skapa mikil verðmæti fyrir íslenskt þjóðarbú. Á ekki að meta það út frá því hversu arðsam slík vinnsla er. Á ekki að taka tillit til þess. Ég segi með fullri virðingu fyrir menntun allar sér að fara að eyrnamerkja það þú ert búin að vera í 3 ár eða 5 ár eða í 10 ár í háskóla að þá eigiru bara að vera hér með 30, 50, 60% launamun. Nei, sammála. Ég bara þræti fyrir þetta og bara vísa þess að bug. Að það bara skoða þetta og það er erfitt að svara þessu með einhverjum svona einni ákveðinu prósentu. Launamunur á að vera lítill, að sjálfsögðu geti fallist á það að fólk fái góður laun, sé það í mikilvægum störfum sem að verður að vinna en aðal fókusinn í upplýstu velferðarsamfélagi sem að er byggt upp á þeim hugmyndum að öllum eigi að geta liðið vel aðal fókusinn á að vera að öllum geti liðið vel heldur miklu frekar en þessi miklu fókus til dæmis sem að BHM og aðrir hafa verið með að það er að meta menntun til launa, það á ekki að vera stóra málið. Stóra málið á að vera að fólk á að geta verið í góðu og þægilegu húsnæði, fólk á að geta séð fyrir börnunum sínum, fólk á að geta átt frítíma og geta lyft sér upp stöku sinnum. Það gerir það að verkum að fólk er líka bara duglegra í vinnu verður sjaldnar veikt, betra fyrir allt samfélag. Það á fókusin að vera ekki einmitt þetta. Þú veist, ef ég er búin að klára þessa gráðu þá á ég að vera með svona hærri laun eða ef ég er að vinna í banka þá á ég að vera með einhvern kauprétt eða einhverja bónusa og svo framvegis. Það er ekki gott. Það er ekki gott. Munu allir ASÍ geta komið saman í næstu samningaviðræðum, verður það byggt á hækkunum krónutölu eða prósentu? Teljið að ASÍ munu geta komið saman? Ég get alveg svarað þessu. Nei, ég held ekki. Ég er að vonast til þess að við náum að mynda aftur sama bandalagi við vorum í síðast, þessi breiðfylking sem að var starfsgreinasambandið, Efling, Samin og Byggðin. Þetta var virkilega góður og þéttur hópur sem að þar var. Við vorum samstíga og fundum lausnir á öllum þeim ágreiningsefnum sem að við vorum með. Ég vonast til þess að við myndum geta myndað slíkt bandalag aftur. Og krónutöluhækkanir, já. Ég segi að mjög ólíklegt að allt því sem geti komið saman og ég tek undir með vilja að þetta var bara frábær hópur og okkur gekk vel síðast. Ég var alveg tilbúin til þess að fara aftur inn í svipa bandalag og svo sjáum við bara hvað gerist þegar nær dregur. Já, ég fekk slatta spurningum Bjarna og skattalækkanir og fleira en ég ætla að fara að hleypa ykkur út. Sólveig, Anna og Vili Birgis, takk æðislega fyrir að koma þangað til næst. Við gerum þetta einhvern veginn aftur, það er mjög gaman að hafa ykkur tvö saman. Bara, ég sammála, þetta var mjög skemmtilegt. skemmtilegt. Það var skemmtileg dýna Og festumst ekkert í einhverju svona, þú veist, þetta rúllaði bara vel áfram. Rúllaði fínt. Það er mér að þakka. Já, þér þakka. Og harfiskurinn alveg upp á 10, sko. Já, Það verður að klára þetta þannig. Sammála. Ég komst allavega hjá því að ég var að spyrja hvort þú voru að kalla mig rasista eins og senst þegar við vorum með Gunnar í Smára. Var ég kallaður rasista? Nei, hann spurði Já, eða þú hann, ég man það Nei, hann var að spyrja mig hvort ég væri rasisti. Hann var alveg brjálæður af því ég var að reyna að mæla með einhverjum bókum, bara snappa hann alveg tjúl. Já, það var svartur maður og þú Já, nefndir ég sagði eitthvað það. svona að það væri svartur maður og brún kona og hann var alveg brjálæður.
Herðu, við förum yfir hérna sögu þeldökkra í Bandaríkjunum bara næst. Vili Birgis, ég veit að þú ert yðar í puttunum að komast inn á það. Við getum sýndu þeim hérna Frederick Douglass. Herðu, já. Við Nei, hann er hana. við elskum sama mannin. Hérna er 54, hérna, þetta er svo fyrsta þeldökka hersveit hérna Bandaríkjamanna. Við getum, úst, ég get alveg endalaust Frederick, þannig að við getum bara komið, þú gefur mér harfisk og við spjöllum. Til já. Takk að það voru að koma á næst. Takk. Bye.